Já, hann hingað kominn Einar Már Jónsson sem prófessor í Sorbonne í sagnfræði. Já, ég kalla prófessor emeritus. Já, ég hættu störfum núna, sko. Og notar það emeritus? Nei, það ekki notað í Frakklandi, sko, nema menn, sko, fáist það sérstakt leyfi, sko, það ekki allir kennarar sem verða prófessor emeritus, þeir þurfa að sækja það og því fylgdi ákveðin störf. Ég ekki í þeim því hlutverki. Já, ég var að tala hérna áðan við sjálfstæðismenn, þú hittir það hérna frammi. Já. Hérna, þeir voru að tala vanda sem sjálfstæðisflokkurinn í. Já. Fylgist eitthvað með því? Nei, ég fylgist ekki mikið með því. Mér líst svo á að sjálfstæðisflokkurinn núna sé einhvers svona fornleifar. Já. Miðað við það sem áður var, sko. Ég veit ekki nú þarf ekki neitt stjórnmálamann nýja blaðamann til að fellum sjálfstæðisflokkin, það þarf sagnfræðing sem vanur því að fást við fyrri tíma og einhverja leifar sem eftir á þeim. Já. Ég líst mjög illa á stjórnmál í hvaða landi sem hvort sem það Ísland eða Frakkland eða þá mörg önnur lönd. Þetta virðist vera komið í hnút og mér líst svo illa á þetta. Ég stend sjálfa mig að því að spyrja hvar Roosevelt okkar tímar, hvar Churchill okkar tíma, hvar de Gaulle okkar tíma, hvar Adenauer okkar tíma. Svona stjórnskörungar sjást hvergi, þetta virðast vera miðlungsmenni og þar fyrir neðan og ég byrð þar langt fyrir neðan. Við séum nú bara ástandi hvernig í Frakklandi þessum tíma. Nú sjátt að greinlega alveg sýnt að Macron veldur þessu og hefur aldrei valdið þessu starfi. Þannig að þú sér bara upplausn en svona enga, það ekkert séð hvert þetta mun leiða. Nei, ég sé hvergi menn. Tímabilið liðið, en hvaða tímabil tekur við, það engin hugmynd um það. Ég sé hvergi nema menn sem augljóslega ráða ekki við sitt hlutverk og ráða ekkert við þau vandamál sem nú blasa við. Herðu, ég fékk þig hingað því mig langar svolítið að fara svona yfir vinstrið og svona yfir svona lengri tíma og þú fórst til Frakklands ungu maður. Já. Og sagði mér áðan að það verið 1962. Já. Það fyrir 62 árum síðan. Já. Varstu pólitískur þegar þú fórst? Já. Og ég reyndi að fylgjast með eftir því sem ég gat. En ég hætti tímabil að fylgjast mikið með stjórnmálum á Íslandi, fylgdist með stjórnmálum í Frakklandi þannig. Og þetta var afskaplega loka tímabil, sko. Allsýrstríðinu lauk vorið 62 og ég kom haustið og þá var eins og Frakkland væri bara rotað. Það var allt einhverjum dvala, sko. Þetta mál var leyst og eins og Frakkar væru rotaðir eftir þessi átök. Eins og hefðu mist svona að heimsvaldi væri fallið. Já, það var það vísu, en sko nú þessi átök búin og þeir sem tóku þátt í þeim, hefðu tekið þátt í þeim, þeir voru eiginlega úr sögunu, úr leik. Þannig að þetta hefur verið stríð í Allsýr, en því fylgdu gríðarleg átök innanlands milli þeirra sem vildu binda endi á Allsýrstríðið og það var ekki hægt nema með því að gefa Allsýr sjálfstæði og hinnar sem vildu halda í Allsýr hvað sem það kostaði og þeir töldu sér trúum að það væri hægt eða það hefði verið hægt. Og heyrði sagt að, sko, að það hefði verið glæpur af hálfu Frakka að gefa Allsýr sjálfstæði. Og það var gert. En þegar þeir gátu ekki annað, stríðið var gjörsamlega tapað. Það var ekki nokkuð leið. Og það skildi de Gaulle. Hann gaf þeir sem voru á undan de Gaulle á dögum fjórða lýðveldisins, þeir sáu vafalaust sumir að þetta var tapað, en þeir gátu ekki gert annað en halda stríðin áfram vegna almenningsálitsins og hættu á uppreisn þeirra sem héldu fast við nýlendustefnuna ef að reyndir að binda enda á þetta stríð. Þannig að þeir sem de Gaulle komst til valda við uppþot hersins 1958
og þannig og þeir sem að stuttan til valda þeir héldu að þeir væri að styðja einhvern tilvonandi einræðisherra, einhvern svona fasistískan einræðisherra sem myndi halda alls. Já, franskan Franco eða franskan Salazar sem myndi binda endi á allsýrstríði bara með því að leggja allsýr aftur alveg undir Frakklands og bæla niður sjálfstæðishreyfinguna með blóði og eldi. Þannig en hann, sko, de Gaulle skildi það snemma að það var ekki, Frakkum var ekki stætt á því að halda nýlendu Frakklandi. Það myndi tortíma Frakklandi ef Já, hann hugsaði sem svo að það yrði ekki hægt að aðlaga allsýr Frakklandi og það væri frekar hægt á því að það snerist við að allsýr búar færa að ráðast inn í Frakkland eða svo flytjast inn í Frakkland. Sveitasetur de Gaulle hét Colombey-les-Deux-Églises og það þýðir Colombey hinna tveggja kirkna og de Gaulle á að hafa sagt einhvern tímann ef þetta allsýrstríð heldur áfram þá verður þetta ekki lengur Colombey hinna tveggja kirkna heldur Colombey hinna tveggja moska. Hann áttaði sig að þetta var alls ekki hægt að sameina Frakkland og allsýr. Á þetta væri það að Frakkland myndi bara tapast. Já, það myndi aldrei ganga. En þetta var gríðarlega hörð átök inn í Frakklandi. Alveg gríðarlega. Og bara megin málið, svo er bara slökkt á þessu. Já, það var það sko. Það er að segja að það voru afskaplega sterk öfl að hægri sinnuð sem að sko vildu halda í nýlendu veldið hvað sem það kostaði. Á undan allsýrstríðinu var Indókínastríðið og þar töpuðu Frakkar. Þeir reyndu allt sem þeir gátu að halda í Indókína sem franska nýlendu en þeir urðu að gefast upp. Þá tók allsýrstríðið við og þar vildu Frakkar áfram halda í þessa nýlendu í Afríku og þeir urðu að gefast upp. Og en þú kemur hérna haustið í svona hálfgjört tómarúm þar sem að þetta mikla deilumál það er svona setnað. Já, og það er eins og bara þögn eftir það. Það var ekki pólitík í gangi. Það var voðalega lítil pólitík. Hvernig skiptist afstæðan til allsýr á milli hægri og vinstri, sósíalista, kommunista og hægri menn? Það er að segja, yfirleitt voru vinstri menn með því að gefa allsýr sjálfstæði en hægri menn vildu halda í allsýr og þeim meira sem voru lengra til hægri. En þetta er ekki algilt. Þetta er alls ekki algilt. Til dæmis voru kommunistar beggja blands af því að þeir vildu sjá hagsmuni fátækra allsýrbúa af frönskum bröðbúna. Það voru ekki frakkar í allsýr voru ekki allir saman vellauðugir nýlenduherrar og svo. Það voru líka afskaplega fátækir menn og þeir voru hræddir velferð þeirra. Þess vegna voru þeir beggja blands. Og svo voru hægri menn sem voru alveg fast ákveðnir í því að það var engin önnur lausn en svo að allsýrbúar fengju sjálfstæðið og meðal þeirra var Raymond Aron, stjórnmálaskýrandi félagsfræðingur og heimspekingur sem var mjög áberandi í franskum stjórnmálum. Hann tók eindregið afstöðu með því að allsýr menn fengju sjálfstæði. Það var engin önnur lausn til. En á hvaða forsendum? Eða út af svona praktískum ástæðum eða út af siðferðislegum ástæðum? Öllum mögulegum ástæðum. Hann leit svo á að það var ekki hægt að halda í nýlendu þar sem yfirgnæfandi meirihlutin væri með sjálfstæði. Það væri alveg vonlaust. En frakkar höfðu flutt til allsýr öldum saman? Nei, ekki öldum saman. Það var einhvern veginn upp úr 1830 sem þau fóru leggja allsýr undir sig. Svo þá fóru menn að flytjast þanga hægt og rólega. Svo var stríðið milli Frakka og Prússa 1870, þar sem Frakkar töpuðu, þá mistu þeir allsýr yfir til Þjóðverja og þá fluttu margir allsýrbúar þaðan og þeir fóru til Norður-Afríku. Sko, það er sagt, sagan segir að þessir menn frá Elsas, þeirra búningur hafa gjarna verið svartir klossar eitthvað svoleiðis og þess vegna voru var það nafn notað frönskumælandi allsýrbúa að þeir varu svartfætlingar.
En það var og svo það fleira, það voru ekki bara frakkar sem fluttu til Alsír. Það voru menn frá ýmsum öðrum Miðjarðarhafslöndum, eins og frá Möltu. Það voru þó nokkuð margir Möltubúar sem flutti yfir til Alsírs þegar frakkar voru búin að leggja það undir sig. En þegar að Alsír er gefið frelsi, þá mikill hópur sem að flyttur aftur til Frakklands eða? Já, bara langmestur hluti frönskumælandi manna í landinu. Hver var staða þeirra í svona pólitíkinni? Er þetta svona kúperjarnir í Flórída? Þeir voru mjög gjarnan yst til hægri. Þeim fannst að þeir hefðu verið sviknir. Af ríkisvaldinu. Já, af stjórninni og lítu svo á að de Gaulle hefði verið svikari. Það var oft fór fram með mörg banatilræði gegn de Gaulle og hann slapp alltaf og stundum mjög naumlega. Eins og hefur verið sagt frá í mörgum sögum. Já, hann einhvern tímann munaði mjög litlu og þá sagði de Gaulle, helvíti er þetta lélegar skyttur. Já. En þarna snemma á 7. áratugnum að þá vinstrið í Frakklandi kommunistaflokkur og sósíalistaflokkur. Já, kommunistaflokkurinn miklu sterkari. Já. Svipað var hér oft, það var Alþýðubandalagið var sterkara heldur en Alþýðuflokkurinn. Sósíalistaflokkurinn franski, hann datt niður nánast ekki neitt eftir Alsírsstríðið vegna þess að mönnum fannst að þar hefðu sósíalistar svikið illilega. Skömmu fyrir valdatöku de Gaulle, þá var Guy Mollet forsætisráðherra og hann komst til valda, náði kosningum, vann kosningar undir því kjörorði að hann ætlaði að binda endi á Alsírsstríðið og þessu trúðu margir og þess vegna vann hann kosningasigur en þegar hann var komin til valda orðin forsætisráðherra þá snýr hann alveg í blaðinu aldrei var stríðið harðara og grimmilegra en á stjórnartímum hans og þá fengu náttúrulega margir skömm ekki aðeins á honum heldur líka á sósíalistaflokknum og sósíalistaflokkurinn hrapaði niður í ekki neitt og svo náttúrulega ennþá meira því að það var Guy Mollet sem eiginlega hvatti de Gaulle kom honum til valda af hræðslu við herinn. Þetta byrjaði allt með uppþotu í Algeirsborg og þá var það einhver sem að hvíslaði að uppþotsmönnum nafni de Gaulle og þeir fóru að æpa á de Gaulle og þá það Guy Mollet sem verður dauðurhræddur og hann felur de Gaulle að mynda stjórn. Hann fær honum völdin í hendur. Hann sóttur eiginlega í svona... Já, hann var sóttur, hann var sestur Helgastein? Já, hann var satt í fílu í sveitasetri sínu í Kólumbílitu Seglís. Búin að vera í fílu í langa tíma? Já, það var kallið eyðimerkur gangatu gól í sögunni. En staða sósíalista og kommunista í Frakklandi, að einhver leyti tengist þetta stríðslokum, andstöðunni við hersetuna, andspyrnuhreyfinguna? Jú. Franski kommunistaflokkurinn kom mjög sterkur út úr heimsstyrjöldinni þegar Þjóðverjar töpuðu. Fyrir að hafa verið höfuð andstæðingur hann hafði verið mjög sterk, kommunistar höfðu verið mjög sterkir andstæðingar Þjóðverja og tekið mjög virkan þátt í andspyrnuhreyfingunni og þar hafði margir þeirra beðið bana. Frakkar farnir að minnast þess núna og fara með þá greftra þá við hátíð í Pantheon, minnast þessara manna sem voru skotnir á kommunistaflokknum. Og það var hluti af ástæðunni, eða kannski megin ástæðan, fyrir því að kommunistaflokkur var svona sterkur. Það var ein ástæða. Það var það frekar kannski svona, við getum kallað svona þjóðernislegar ástæður, frekar heldur en að hafa verið hugmyndafræðilegur sigur. Jú, það var náttúrulega var það útbreidd skoðun með almennings að það þyrfti að endurskipbæta þjóðfélag mjög mikið. Það þyrfti að taka upp vinstri stefnu og þar eru kommunista virtu þeir vera mjög sterkir. Nú má ekki gleyma... En þeir komust ekki að völdum? Nei, þeir voru smá tíma við völd rétt eftir stríðið eins og Íslandi reynda líka en svo var þeim bólaburtur. Þá var það samstæðar hægri manna og krata að halda róttækum sósíalistu frá völdum. En
sko, nú hafa frakkar dálítið endurmetið franska kommunistaflokkin. Franski kommunistaflokkurinn lék stórt og hlutverk í fransku þjóðlífi og mjög jákvætt að mörguleiti. Það voru þeir sem að börðust mest fyrir því bættum kjörum almennings. Voru sterkari í verkalýðshreyfingunni? Þeir voru, heldur betur, sko, þeir áttunast á tímabili áttur verkalýðshreyfinguna og það var umbætur í Frakklandi, félagslegar umbætur voru að miklu leiti þeim að þakka. Í gegnum verkalýðsbaráttu? Já, gegnum verkalýðsbaráttu og svo líka það að sennilega voru margir hægri menn hlindir því, sko, á þeirri skoðun að það yrði að gera eitthvað, það var ekki hægt, mætti aldrei hverfa aftur til ástandsins eins og það var á millistríðsárunna. Árið 1936 þá komst til valda svokölluð alþýðufylkingin. Það voru vinstri menn með stuðningi kommunistar sem tóku þó ekki þátt í stjórninni og hún gerði talsvert miklar breytingar. Það til dæmis að þá var komið launað orlof sem ekki hafði verið til áður, komum alls konar umbætur og svo kom önnur umbótabylgja í lok rétt eftir stríðið og þar réðu kommunistar mjög verðinni en í félagi við aðra. Menn voru sammála þessar umbætur og menn vildu alls ekki hverfa aftur til þess þjóðfélag sem hafði verið við líði fyrir stríð. Og það sama gerðist líka í Englandi. Á þessum tíma kom fram sjúkrasamlag og alls kyns tryggingar, atvinnuleysistryggingar, ellilífeyrir og hvaðina. Á þessum tíma myndaðist velferðarþjóðfélagið og í Frakklandi áttu kommunistar stóran þátt í því. Núna var íhaldið mjög sterkt í Frakklandi en þá kom annað til söguna sem menn kannski gleyma núna að það var óttinn við kommunista. Menn voru, sko, það var ekki bara áróðursatriði hægrimanna kommunistar ætluðu að taka völdin, heldur voru þeir farnir að trúa því sjálfir. Og það hugsaðu sem svo að ef það yrði of hart gengið að alþýður landsins og ef það væri unnið gegn kröfum þeirra, þá gætu kommunistar tekið völdin. Og til þess að forðast þessa voðalegu hættu þá genguður að afskaplega mörgum kröfum sem þeir kannski ekki gengið að annars. Það svo hægri menn gengu að kröfum? Já, þeir gengu einmitt að kröfum að þeir nefnilega, þeir óttuðust gífurlega kommunistan. Og það var líka áróðursatriði hægri manna að það var hættað með kommunistan. Þeir ætluðu að taka völdin og gera Frakkland einhverju Sovjet-Frakklandi. En ekki þá mat beggja fylkinga svo sama að kommunistar mátu þannig svo að við ætlum að þrýsta hér í gegn kröfum okkar, en ef andstæðan verður svo mikil að þá er líklegt að við bara grípum til einhverju aðgerða og hinn hugsaði með það sama þessum að gefa þér eftir. Já, en það er svo að í raun og veru ætluðu kommunistar aldrei að reyna að taka völdin. Það er sagt að Stalin hafi sagt við Torres sem var mjög sterkur leiðtogi franskra kommunista að hann skildi aldrei reyna að taka völdin. Alls ekki, gera neina tilraun til valdaráns. En það þurfti ekki að segja Torres það, hann vissi það vel sjálfur. Hann vissi það að það var algjörlega út í hött. Þeir urðu bara að notfæra sér þessa stöðu sína sem grílu til þess að knýja fram umbætur. En grílan var þess valdandi að það var samstaða milli hægri manna og krata að hleypa kommunistum aldrei að svipað var á Ítalíu og það var í mörgum löndum. Það var samt þeim áður að ganga að því. Nú er sagt með franska sjónvarpið að þegar gólistar voru með völd þá vildu þeir hafa yfirráð yfir sjónvarpinu. Það var ríkissjónvarp og það átti að stjórna því en svo er sagt að gólistar hafi sagt við kommunista við höfum fréttirnar, við skulum sjá þær en þið megið fá menningarmálin og þá tóku kommunistar til sem þeir listamenn úr þeirra hópi sem tóku þeir óspiltra mála og gerðu listaverk sem bara standa hátt í franskri menningu til dæmis að það var þá sem var að gera undir þeirra fyrir áhrif frá þeim sem var að gera kvikmyndaraðir eftir sögum Maupassant sem eru klassískar í Frakklandi
eða þá frábæra útgáfu af Dom Juan eftir Molière sem oft sýnd. Og segir að nú sé svona síðustu árum sé svona endurmat á svona jákvæðum áhrifum kommunista á franssamfélag. Já, mér finnst það vera. Allavega eru þeir ekki lengur en Gríla. Það er Mélenchon sem tekið við því hlutverki að vera Gríla. Hver er þá munurinn á honum og kommunistum? Ég meina það að kommunistar eru út af fyrir sig íhaldssamir, sko. Þeir eru í þessari umbóðsstarfsemi sem var við lýði áður fyrir, til dæmis að ég held að þeir séu ekki mjög harðir í umhverfismálum. Þeir eru fylgjandi kjarnorkuverum sem held ég allir aðrir vinstri menn eru andvígir. En Mélenchon þá hvað svona populískur? Já, ég held að hann það náttúrulega kannski þessi eitt sem veldur í það persóna Mélenchon. Hann skaphundur, hefur mér verið sagt, á kunnugum mannum. En förum hana aftur, það hérna á eftirstríðsárunum, þá þetta náttúrulega átökin eiginlega víða í Evrópu, að það eru kröfur í gegnum verkalýðshreyfingarinnar sem að ná einhver leyti fram að ganga. Já. Einhver leyti vegna eignabruna í stríðinu og auðvaldið þessu löndu var bara einfallega veikt. Já. Og það var svona tækifæri til þess að sækja á. Og það svona draumur eftirstríðsára kynslóðarinnar var að allir hefðu vinnu, allir hefðu örugt heimili, fólk hefðu ísu á. Já, það var velferðarþjóðfélagið. Það voru velferðarþjóðfélagið sem menn óttust ekki ellina. Já, þetta var velferðarþjóðfélagið sem hægt og rólega var að komast á. En á 7. áratugnum að þá kemur upp raddi sem segir, þetta bara ekki nóg. Við viljum eitthvað meira. Já, sko, þarna var þetta stúdent. Uppreisnin mikla í maí 68. Það var af því að þjóðfélagið virtist vera inni lokað. Dauft, það var sko langt fram eftir 7. áratögnum þá var eins og það hefur einhver dauð hönd yfir frönsku stjórnmálífi. Það var gólistar voru við völd, það var engin stjórnarandstaða sem máli skipti, sko, sem réð neinu. Þeir virtust bara vera með ævarandi völd og svo var þjóðfélagið var stirnað. Og eitt var því þegar var íhaldsamt í siðferðismálum og þarna að kaþólskt siðferði lagði dauða hönd á landi á þessum tíma. Það má ekki gleyma því að getnaðarvernir voru ekki leyfðar fyrir 1965 fram að því höfðu þær verið bannaðar. Það tala ekki um fóstureyðingar. Og það ríkti alveg skelfilega strangt siðferði. Gegn þessu voru stúdentar að berjast. Þeir risu mikið upp gegn því. Og svo var það líka þannig að það var kvikmynda eftirlit og bækur voru bannaðar. Út frá svona siðsemis sjónarmiðum eða út frá pólitísku sjónarmiðum? Hvað var verið að stróka út? Þeir voru þeir voru að halda mönnum við kaþólskt siðferði sem var mjög strangt og það var alveg skelfilegt þarna. Það var bara sem tekið dæmi að ef að þarna ógift stúlka varð ófrísk þá gat hún búist við því að vera rekin burt úr föðurhúsum jafnvel klukkan 10 að kvöldi, sko, bara ekki neitt, bara hent út. Þetta og sumir sögðu, sko, hefðu þetta sem hótum ef þú skildir verða ófrísk, þarna er það sem að þú átt von á. Og þetta svona gegn þessu voru stúdentar að berjast líka. Og kynorkan og kynlíf og hefur fyllt manninum alla tíð. Já. Af hverju spilar það svona mikið atriði í þessu? Er það vegna þess að út af getnaðarvörnunum? Að allt í einu er bara praktíkin? Það er kaþólska siðferðið, það má því gleyma því, sko. Það þoldi ekki getnaðarvörnum? Nei, það bannaði getnaðarvörnum. Ég veit það, en þegar fólk voru notaðar og stunda líklega ég held að það hefur bara sett út af sakramentinu þá. Kirkjan fordæmdi þetta og fann getnaðarvörnum allt til foráttu. Það var, sko, að myndi eyðileggja ástina. Þetta var viðhorfið og náttúrulega var alltaf verið að banna kvikmyndir og bækur fyrir klám og svoleiðis og það þurfti lítið til. Eða heimta það að kvikmyndir eru klipptar mikið, sko.
Og þessi ritskoðun, hún var á mörgum sviðum, til dæmis af pólitískum ástæðum. Ég sá kvikmyndina It's a Lovely War, þetta indælt stríð, sem var gerð eftir leikriti John Littlewood og leikriti vakti athygli og var sýnt held ég á Íslandi meira að segja, í íslenskri þýðingu, og þessi kvikmynd vakti mjög mikla athygli. Ég sá hann í Frakklandi og þá var eitt sem vakti mikla undrun mína. Hvernig stendur þegar vera gera gís að herum Englands og Þýskalands, en það með alls konar brandurum, það bara engin brandar franska herinn. Og þannig að rann það upp fyrir mér strax að þeir hefðu bara allir verið klipptir burtu. Allt sem var illt franska herinn hafði verið klippt burtu. Þetta mátti ekki snerta. Þennan herinn mátti alls ekki snerta. Og sömuleiðis lengi þá mátti alls ekki tala alls í stríði þó því væri lokið. Til dæmis þessi fræga kvikmynd Bardaginn Algeirsborg. Hún var bönnuð í Frakklandi. Það var byrjað að sýna hana, svo urðu svo mikið læti að hún var bönnuð. Það var ekki fyrir mörgum árum seinna sem hægt var að sýna hana í Frakklandi. En hún hafði verið sýnd víða veröld. Meira að segja í Pentagon. En eins og þú lýsir svona frelsiskröfunni í kringum 68, þá þetta, maður gæti nú sagt sem svo, ég meina þetta ekkit endilega hægri eða vinstri krafa. En þetta var skilgreind sem þetta var skilgreind sem vinstri krafa. Þetta þunga kaþólska siðferði, það var ríkjandi til hægri. Þannig að krafan persónufrelsi var vinstri krafa. Já, það var það alveg tvímælalaust. Þetta vakti yfirgengilega reiði hægri manna. Og líka það Frakkar höfðu lengi haft áhyggjur af því að þeir var að síga niður, missa sitt veldi, og það var ein ástæðan var svo að þeir varu of fámennir, það varu of lítið af fæðingum og það var líka ein ástæðan fyrir því að þeir voru á móti, hægri menn voru á móti getnaðarvörnum, því þeim fannst þetta bara tilræði við Frakkland. Og þá svo síðar fóstureyðingum það náttúrulega fóstureyðingar tíðkuðust mikið, en þær voru alltaf í leyni og mjög svo skaðlegar fyrir konur, fyrir heilsu kvenna. Og líka stéttbundið að þeir sem eru betur settir vissulega. Það voru alls konar skottu kvenlæknar sem stunduðu fóstureyðingar og þá kannski drápuður móðurina í leiðinni, en þær voru kallaðir englagerðarkonur. Það dóu svo margir. Já, það bara út af fóstrunum. Já. En á stögum vísistjórnar, á stríðsárunum, þá var kona hálsvöggvin fyrir fóstureyðingar, fyrir að hafa framkvæmt fóstureyðingar. Dæmd til dauða og hálsvöggvin. Sem að þarna 68 er bara 25 árum undan. Já. Þannig að þetta er mjög nálægt í tíma. Já, þetta er mjög. En var ekki 68 byltingi líka krafa að brjóta, að nemendurnir hefðu eitthvað að gera, hvað verið gert í háskólanum? Það var líka svona lýðræðisbylting. Það var það líka. Það hafði áhrif í fjölmiðlum, breytti svona sjónarhorni fjölmiðla. Já, það var það líka að breyta kennslu í háskólanum. Það var það mjög líka. Þetta var eiginlega, þjóðfélagið var eins og dauð hönd, eins og siðferði þessa tíma og menn vildu brjóta hana burtu, íta henni frá sér. Þess vegna kom þessi bylting eða uppreist kom hún mönnum mjög á óvart, það hefði verið safnað saman óánægja í langan tíma. En ef maður horfir á þetta frá vinstri, þá getur maður alveg séð fyrir sér einhverja vinstri svona spámenn segja sér svo að það kemur ekkit út úr þessu uppreist stúdenta. Það er eina leiðin til að breyta samfélaginu er að verkalýðurinn beiti afli sínu og breyti einhverju. Stúdentar eru nú bara börn millistéttarfólks og fleira og eru bara að bæta sína stöðu og eitthvað fleira. Þetta er ekki raunveruleg þjóðfélagsbylting sem er í gang. Þessi
bylting 68, hún spratt upp alveg öllum að óvörum og engir leiðtogar innan gæðstarapa áttu nokkur þátt í þessari uppreist, ekki nokkur minnsta hátt. Nú hef ég orðið var við mikinn misskilning á Íslandi maí 68 sem ég finnst nauðsynlegt að dreifa. Það sem sé menn halda að maí 68 hafi verið verk róttæklinga, þar sé máista, trotskista og slíkra og þeir og það hafa endurminningar manna þessar róttæklingar þar oft ansi slæmar. Þess vegna hafa menn ímugust á maí 68 og þegar ég gaf út þessa bók mína maí 68 heyrði ég menn segja að ég hef ekki lesið hana og ég ætla ekki að lesa hana. Að þeir misskildu þetta alveg, héldu þetta væri einhver lofsöngur róttæklinga. En það nauðsynlegt að segja það að róttæklingar komu hvergi nálægt 68, ekki á nokkurn hátt. Það voru ýmsir róttæklingahópar uppi. Eitt þeirra voru máistar. Þegar maí 68 hófst, þá fyrirskipaði forsprakki máista, Línhart ef ég man rétt, öllum máistum að standa utan við þetta. Hann sagði þetta eru bara deilur milli yfirstéttarmanna og kemur alþýðinni ekkert við. Og þeir héldu sig algjörlega fyrir utan maí 68 þangað til að alveg undir lokin þegar ástandið var að fara að breytast mjög mikið. Nú það voru til tveir flokkar trotskista. Annar þótti svo kreddufullur að menn bara hlógu þegar þeir tóku til máls. Þetta voru alltaf sömu klisjurnar sem komu ástandinu snert ástandið ekkert, komu því ekkert við. Það var held ég man ekki hvað þeir voru kallaðir, það var eitthvað skammstöfun, en sko menn höfðu bara mestu skömm á þeim. Svo voru það aðrir trotskistar sem voru reyndar miklu opnari og gátu tala skynsamlega, en þeir voru bara smá þáttur í þessu og höfðu engin megin áhrif. Þessi leiðtogar stúdenta voru alls ekki úr neinum hópi róttæklinga. En hvernig spratt þetta fram? Svo gerðist það að maí 68 rann út þúfur og endaði með því að þingkosningu sem leiddi til valda einhverja mestu íhaldsstjórn sem hefur verið í landinu. Nú ég hef ákveðna skoðun á því sem ég hef aldrei heyrt í Frakklandi. Hún svo að Pompidou hafi staðið á baku og leikið mjög vont hlutverk. Þannig var að Pompidou var í Rúmeníu þegar þetta hófst, Pompidou sem var forsætisráðherra. 13. maí kom hann aftur frá Rúmeníu og hann gerði nokkuð sem hafði verið krafa stúdenta að opna Sorbonne háskóla aftur, hann sem hafði verið lokaður frá því óeirðnar hófust og stúdentar eru alltaf heimtað það að hann yrði opnaður, þeir fengi að fara aftur í háskólan og hann lét opna hann og hann hættu allar óeirðir. Stúdentar fóru inn í háskólan, það var þessi fræga Sorbonne kommuna sem öllum ógleymanleg sem það var tekið þátt í henni og það voru engar óeirðir lengur. Og það sem sagt var lítið á að stúdentar hefðu eiginlega sigrað, nú væri það með pálmann í höndunum. En Pompidou var afskaplega íhaldsamur og hann skildi vel þessar sem voru lengst til hægri og hötuðu stúdenta fyrir þessa uppreist. Hann fann upp bellibröð til þess að hleypa óeirðunum af stað aftur og þá að þann hátt að stúdentar væri í verri stöðu. Þetta gerði hann með því að reka Cohn-Bendit, leiðtogar stúdenta, úr landi, eða öllu heldur Cohn-Bendit var á ferð í Þýskalandi og hann listi yfir að hann fengi ekki að koma aftur til landsins. Og þá fór allt af stað. Og þá urðu óeirðnar miklu harkalegri en nokkuð tíman áður og þá var ástandi mjög illt. Til dæmis að þegar voru einhver óeirðir þá vissu lögreglumenn að stúdentar leituðu alltaf að lokum til Sorbonne aftur. En einhver tíma þá voru konar miklar óeirðir á hægri bakkanum, þá skipaði Pompidou lögreglustjórnum að loka brúnum yfir Signu, þannig að stúdentar gætu ekki komist aftur og þá yfir í vinstri bakkan og til Sorbonne, þannig að þá urðu mikil
uppþot og miklir bardagar, götubardagar í fínu hverfunum í París. Og sá með þess að einhver reyndi að kveiki held í kauphöllinni, það var nú ekki mikill eldur og svo eftir, svo þetta leiti fór að staði þessi allsherjar verkfallalda. Það var í kjölfarið eins og stúdentar hefðu kveikt í þessu verkfallaldu sem voru. Gerðu þeir það? Já, það er bara verkamenn hafa séð að nú var tækifæri til að hefja aftur sína baráttu. Það var kannski bara það voru kannski einhver fyrirmyndi þegar áttu enga hlut í þessu verkfallaldu. Þá var gífurleg og þá sá Pompidou leik á borði og rauf þing. Eftir þá komu miklar mótmælagöngur gólista og hægri manna og sem sagt og það rauf þing og þá náði þarna hægri flokkarnir að sem gólistar og aðrir mjög miklu meirihluta á þingi, bara þetta var alveg fordæmalausu meirihluta og þá hann byggt á ótta almennings sko þá var nefnilega ótti almennings við kommunista mjög mikill og það hafði verið dreift út þeim orðrómi að það var ekki stúdentar sem hefðu þarna gert þessa uppreist, heldur væru leyniþjónustur erlendra ríkja og lögreglustjórinn sem var á bakvið þetta, lögreglustjórinn í París segir frá því afskaplega merkilegri bók sem hann skrifaði seinna þessa atburði. Hann sagði það að það hefði stjórnvöld hefði alltaf verið að hamast á sér að biðja hann að finna einhver sönnunargögn fyrir það væri austurþýsk leyniþjónusta segast á bakvið eða Kínverjar, guð má vita hvað. En sem sagt aragrúi manna trúði þessu. Sko ég heyrði allskyns orðróm til dæmis það að svo kallari nótt götuvirkjana að þá hefðu allt í einu komið fram kínverski leiðbeinendur og kennt stúdentum að hlaða götuvígi. Nú ég var þarna staddur og ég sá aldrei einasta Kínverja og ég sá heldur ekki að það þyrfti að kenna mönnum sérstaklega að hlaða götuvirki. Þetta líkur í blóðulega Parísarbúum. Það bara fólk byrjar á því án þess að vita það. Já, það er mikil ósköp sko. Þetta er ævagömul hefð í París að hlaða götuvirki og þetta líkur í blóðinu á Parísarbúum og það voru aldrei neinir. Þeir eru líka mjög góðir í því að ná upp götusteinum. Já, það er mikil ósköp. Ég var eins og vitni að þessu það sem að lögreglan kom með táragas og mótmælendur fannst þess að væri bara með svona klær þar sem ekki að náðu upp götusteinum. Já, það var mikil ósköp. Þetta kunnaðir allt saman. En sem sagt að það var aldrei voru nokkur leyniþjónusta erlendsríkis nokkur staðar með hendurnar í þessu. Hvað er afstaða kommunista og sósíalistaflokksins til þess að? Kommunistar voru eiginlega á móti þessum uppreisnum. Þeir sko kommunistar og gólistar voru alltaf að rífast hver við aðra en þeim var andstæðingurinn ekki eins leiður og þeir létu. Og það frækt í sögunni að einhvern tíman mætti kommunisti, þingmaður kommunista tengda sinni de Gaulle á þingi, franska þinginu og þá gekk kommunistina að þessum tengda sinni de Gaulle og sagði segðu honum að láta ekki undan. Þannig að þetta var afstaða kommunista. Þetta dæmi með útvarp, sjónvarpið að aðrir gólistar hefðu fréttirnar í sínum höndum og kommunistar menningar málin, þetta var eiginlega típist. Það var einhvers konar samkomulega að stýra þessu sameiginlega. Ég held að de Gaulle hafi haft álit á leiðtogum kommunista. Torres fannst Torres vera mjög klókur stjórnmálamaður. Að því sagt er. Já. Og þetta má víða sjá í sögunni meiri sér stundum hérna á Íslandi að svona gamlir sjálfstæðismenn hafa talað að veri auðveldara að eiga samskipti við kommunistana, það veri heldur en svona miðjuna. Já. Mikil ósköp sko. Og þannig hefur þetta verið í Frakklandi. Svo náttúrulega fór þetta veldi gólista hefur alveg farið hnignandi en
stjórnarskráin eftir. De Gaulle sem að var sett þarna. De Gaulle setti stjórnarskrá yfir landið. Það hefur verið, hvað það var ekki 59, sko, hann komst til valda 58. En sem sé að stjórnarskráin kom sem lausn á vandamála fjórðalýðveldis. Fjórðalýðveldis var eiginlega aldrei stjórnleysi, það þingið réði og var endalaust klofið. Það voru margir stjórnmálaflokkar og enn fleiri flokksbrot. Allir flokkar voru klofnir í fylkingar og hreyfingar. Þannig að á dögum fjórðalýðveldis var endalaust stjórnarkreppar. Stjórnir komu og fóru og það var ekki alltaf að leysa inn vandamál þess vegna og það var hlegið að þessum allan heim og þá kom þessi brandari fram þingmannin sem sofnaði á franska þinginu og þegar hann vaknaði var hann sagt að hann hefði verið tvísvar forsætisráðherra meðan hann svaf. Þetta sýndi hvernig við lítið þetta. De Gaulle vildi taka völdin sem mest úr höndum þingsins, reyna að finna sterka stjórn, losna við þessi endalausu stjórnarskipti og það tókst vel, sko, en það þýtti þetta var eiginlega rótina því máli að Frakland það virðist allt sofandi, allt lokað í Fraklandi. Það voru alltaf sömu mennirnir við stjórn ár eftir ár og það var stjórnarandstaða var máttlaus og De Gaulle skipaði forsætisráðherra eftir sínum geðþótta og það var endar Pompidou lengst af, en Pompidou var eiginlega skepna De Gaulle, það var De Gaulle sem bjóð til Pompidou, fann upp Pompidou, svo reyndist stepnan eða slóttugarinn en skaparinn undir lokin. En þetta kerfið það sem kosið forseti og sem að skipa ríkisstjórn og svo stuttu eftir forsetakosningarnar þá eru þingkosningar sem að yfirleitt eru það að veita nýkjörnu forseta umboð. Já, þetta nýtilkomið. Upphálega var kjörtímabil forseta 7 ár og þingið var 5 ár. Þannig að þetta fór alls ekki saman og hugmyndu góð var það að forsetin væri fyrir ofan og hann eiginlega hugsaði sem svo að forsætisráðherra ætti að stjórna daglegum málefnum svona og að þessi uppi kom en forsetin sem væri þá fyrir ofan þingið, hann ætti að móta stefnuna til langs tíma. Og utanríkisstefnuna? Og sérlega utanríkisstefnuna sem var eiginlega mestuleitt í hans höndum. Þetta gekk náttúrulega þessi hafði alltaf þennan forsætisráðherra sem hann hafði á sínu bandi og hann hafði alltaf öruggan meirihluta. Svo var þessu breytt og þá var tekið upp þetta kerfi að hafa kjörtímabil forseta 5 ár, jafn langt og kjörtímabil þingmanna og hafa þá komað þessu þannig á að það yrði forsetakosningar og svo kemi alltaf þingkosningar í kjölfarið. Áður hafi þetta oft verið þannig að þegar Mitterrand var kosinn forseti, hann bara leysti þing upp, hann rauf þing og efndi til kosninga og þá fekk hann meirihluta. En þetta hefur reynst vera mjög skadlegt kerfi og hættulegt og nú kemur í ljós að þetta endar í kerfið búið til þess að búa til sterka stjórn sem var í til þess að svara vandamálum fjórðalýðveldis sem og reyna að hafa líka þannig að forseti og forsætisráðherra vinni saman, sé úr sama afli. Það var oft bent á þessum tíma að það væri engin ákvæði til að leysa vandamálið ef forseti og forsætisráðherra væri úr 2 andstæðum flokkum. Eins og stundu gerist. Eins og stundu gerist. Nú gerðist þetta á tímabili bæði Mitterrands og Chiracs, en þá var vandamáli eiginlega leyst með því að þeir skiptu vel sér völdum og auk þess voru þessir þá menn ekki eins ólíkir eins og verið mitt, þetta voru ekki beinlínis andstæðingar, þeir voru sammála, forsæti og forsætisráðherra voru sammála margt, og Mitterrand alltaf yfirmáta sterkur forseti, þegar að Chirac var fyrir því að fá stjórn sem var
andvíg honum sjálfum, þá reynda hann mista mikið af völdunum. Það gekk ekki illa, hann var hálfvaldaður á tímabili. Þú segir að svona vilda vinstrið hafi ekki verið gerandi í stúdentauppreisninni, en í kjölfar hennar kemur upp svona mikil degla á svona róttækasta hluta vinstrisins sjáðu til. Og bæði í Frakklandi og heima. Ég held að þetta stafi af því hvernig Pompidou tókst að koma ársinni fyrir borð. Hann kom því með þessum kosningum, með þessum gerðum sínum og kosningum og fekk hann þarna íhaldsamasta þing sem nokkuð tímann hefur verið í Frakklandi miskundi síðasta áratví og þetta var óbóðsleg vonbrigði fyrir vinstrimenn. Þá vildu eiginlega hægri menn láta knefylgja kvíði, berja niður. Það voru afskaplega mörg dæmi þetta og þá blossuðu þessar róttæklingarhreyfingar upp sem menn hafa oft mjög slæmar endurminningar Þá komu máistar urðu mjög sterkir, þá komu alls konar trotskistar og fleiri, það voru endalausar grúpur. Sumir fóru mjög illa út úr þessu tímabili. Hvernig þá? Það bara, þeir eiginlega brotnuðu niður, það voru margir það var til dæmis sagt að örlögmanna færi eftir því hvar þeir varu stattir í náminu þegar þeir lentu í einhverju rugli, máista rugli eða trotskista rugli. Ef þeir væru komnir yfir einhvern ákveðin þröskuld, þá gætur tekið upp þráðinn aftur þegar að þeir væru lausir úr þessu rugli. En ef þeir hefðu ekki náð þessu þröskuldi, þá var þeir bara búið, þá gætu þeir ekki byrjað aftur á námi. Og það voru alltaf menn sem vildi endilega fara að vinna, hætta í námi, voru kannski góðir námsmenn, hætta í námi og fara að vinna í verksmiðju. Þetta Pétur Tyrfingsson sagði þetta nú hjá okkur. Pétur Tyrfingsson sagði þetta hjá okkur og hreyfingin hefði sent hann á vinna á höfninni. Já. Það var ekki menntamenn sem myndu drífa frá byltinguna. Jú, það var svona og sumir sögðu það tilgangslaust að fara í einhvern nám og að stefna á einhverja borgarlega framtíð þegar bylting eftir 2-3 ár verður byltingin komin. Já, nokkuð sagt þetta við mig í spjalli að ég svolítið að tala við þessa kynslóð. Þetta var útbreidd kenning og þessu fylgdi alveg ofboðslegt kenningamóð, vonlaust kenningamóð, alls konar sem að náttúrulega hrundi svo sjálfkrafa bara. Þetta var svo mikið rugl, eitthvað sem var tekið upp úr þarna ritum einhverja spámann, jafnvel menn lásu ritsmíðar Más í þeirri trú að þar var einhverju óskaplega mikla speki að finna. En sem sagt þetta tengist leiðindar öðru fyrirbæri og það er það sem ég hef stundum vilja kalla menntamanla marxisma franskan eða kennara háskóla marxisman. Þeim sagt að í 3 áratugi þá var eins konar marxismi opinber lífskoðun franskra menntamanna. Það var þá þeim tíma sem ég var í háskólanum og það var eiginlega ógerningur að vera ekki marxisti nema menn bara leittu þetta alls saman hjá sér gjörsamlega. Það er svo bara að segja þú úr intelligensinni Já, þeir voru allir eða voru jákvæðir gagnvart marxismanu þó þeir kannski segðu þeir væri ekki billis marxista þá var alltaf það trúar allir að segja að Marx hefur verið mesti hugsuðurinn. En þessi menntamanna marxismi sem er alveg sérstakur þetta er náttúrulega má ekki blanda saman marxisma hvaða tægi sem við kynkenningar Marx. Því að Marx sagði sjálfur sem mjög þekkt, ég ekki marxisti. En sem sagt, mér líst svo á að Marx, þessi menntamanna marxismi sem ég kalla svo, væri tvíþáttur. Annars vegar voru afskaplega einfeldningsleg og barnaleg vígorð. Bara týnd upp úr einhverjum áróðursræðum forsprakka hingað og þangað og þess á þessu hvers konar viðhorf svo ég tengi vígorð hvers konar barnaleg viðhorf til dæmis þetta hvað kommunismin hvað kapitalismin það arðrán manna á mönnum og svoleiðis þetta sem merkingarlaust alveg og segir ekki neitt og það gamall bandari hvað kapitalismin, það arðrán manna á mönnum hvað sósíalismi, það öfugt við það
Þú reyndir að snúa þessari setningu við, varða á manna og mönnum það og athuga hvað kemur út þá. En sem sé, þetta, og þessum vígorðum, þessi vígorð voru oft venjulega tengd ofboðslegri barnatrú á ástandið Austantjalds. Að það væri raunverulega hefði skapast eitthvað konar sæluríki eða löndin væri á leiðinni til einhvers sæluríkis og þarna... En var svo trú ekki fallin sko 56 og 68? Nei, hún var alveg, sko ég heyrði þetta stöðugt allan tíman. Ég trúi á sósíalisma því ég veit að hann hefur verið framkvæmdur í Sovétríkjunum. Þetta heyrði ég sagt sko. Og svo náttúrulega þegar hann ekki var hægt lengur að trúa á Sovétríki þá var hann fluttur til Kína, til Norður-Kóríu, til Albaníu og svoleiðis. Þetta voru afskaplega einfaldningsleg vígorð. Hinn hliðin á þessum marxisma, það var ofboðslegt kenningaklambur. Prósi sem var ríkmökkur og þá ég að hugsa Althusser sem var eitt helsti gúrú, mestu gúrúum vinstrimanna, róttækra vinstrimanna í Frakland á þessum tíma. Hann trúði því að Marx væri eitthvað svipað eins og Newton eitthvað svoleiðis sko. Algjörlega umbreytt hafi komið eitthvað algjörlega nýtt. Hann uppgötta bara lögmálsögunar. Já, lögmálsögunar og svo hann týndi upp setningar hér og þar úr ritum Marx og tvinnaði það saman og bjó til einhvern kenningaklambur sem var óskiljanlegt en það var bara hans eigin uppspunni og þetta það er Kóperníkusarbyltingin sem hann kallaði svo. Kenningar Marx væru Kóperníkusarbyltingin í sögu og félagsfræðum. Og þetta tvennt sko annars verður þessi þoku stíl og hins vegar barnalegu vígorðin. Þetta var sko sem svo tengst, þetta voru hlýðarnar á þessum franska marxisma. Það segja kennara háskóla marxisma. En það var, ég held að hafa verið afskaplega lítið af notæfri hugsun sem spratt upp úr þessu. Vitanlega voru til hugsuður að þeir voru eiginlega á öðrum sviðum sko. Hérna heima getur maður sagt eins og að 8. áratugurinn var áberandi mikil hugmyndaleg degla á vista vinstrinu, en hún hafði eiginlega sáralítil áhrif inn í svona stofnanavinstrið sem að væri þá í tilfelli Frakklands kommunistaflokkin sjálfan eða sósíalistaflokkin. En það má samt sjá eitthvað svona merki þess að það hafi verið vaxandi róttækni til dæmis í verkalýðsbaráttu. Það voru mikið af verkföllum á 8. áratugnum og sprungu út þarna 77 og 78 og svo voru kosningasigrar þessar flokka. En maður sér að þau sem voru að starfa á ysta vinstrinu og töldu sér líklega að vera ljósbera sko sósíalismans á því tíma, að svona áhrif þeirra á hreyfinguna, ef við vorum þá á sósíalísku hreyfingu svona breiðari, voru raunverulega sáralítil. Já, sko þessi menntamanna marxismi eða kennaraháskóla marxismi franski, hann leystist upp í frjálshyggjunni eins og blásið væri á fífukollu. Hann skildi ekkert eftir sig og það sem mér fannst eiginlega verra að þetta rugl gerði vinstrimenn ófæra að standa gegn frjálshyggjunni. Það var eiginlega engin mótspyrna gagni sko. Og er það þá vegna þess að sko þeirra deilur hafi verið svona keisarans gegn, að þegar þeir þurftu svo að mæta með einhverjum rökum og byggt á einhverjum reynslu og greiningu á samfélaginu eins og nýfrjálshyggjunni, að þá voru þeir bara ekki tilbúnir í það? Það var komið á tómum kofanum. Ég sá ekki, sko... Það voru engar varnir? Það voru engar varnir. Ég get ekki séð það að þegar allt innu fór að birtast ritsmíðar frjálshyggjumanna, þá fannst þetta bara nú eitthvað stórkostlegt nýtt á ferðinni. Þetta hefur enginn sagt áður þó þetta væri reyndar útþvælda. Það var meira minna endursuða þá kannski bara einhver sem var
ríkjandi hugmyndir 70 ára fyrr. Já, eða á 19. öldinni. Já, félagslegur darwinismi í grunninn, þetta bara það? Já, kom nú ekki strax, en það var þetta, svona afskaplega litlir kallar eins og Hayek og Friedman, þeir voru allt í einu boðaðir sem stórir spámenn. Já. En þá þýðir það að þegar þangað er komið, að þá er eiginlega svona lífið og krafturinn farin úr sósíalismann og vinstrihreyfingunni. Það var náttúrulega líka hægt eftir 1989 og 90, þá var alltaf, ef einhver var með einhverja vinstri hugmyndi, þá var bara sagt, sáu þið hvernig fór í Rússlandi. Það var alveg lokaraugsendin. Og þeir sem höfðu trúað statt og stöðugt á sæluríkið í austur, þeir hefðu engin svör. Og þeir þurftu þá að gangast við því að það hefði ekki gengið upp og hentu þá sósíalismannum út í leiðinni. Já, þetta hefði ekki gengið upp. Og náttúrulega þetta, þessi frálsíkjan þá rann yfir Vesturlönd eins og valtari. Og það er leiti vinstri mönnum að kenna sem þeir eiginlega, má segja það með þessum franska menntamannar á þeirra, mesta manna marxisma, þá hefur þeir hætt að hugsa. Sartre er eiginlega dæmi þessar ógöngur. Hann var mikill heimspekingur á sínum tíma, hann var þá eiginlega existensialisti og fenomenológ. Og hann var mjög, en svo þegar hann fór að fara að tengja saman existensialisma og marxisma, þá fannst hann alveg fara út þúfu. Hann skrifaði bók, Question de méthode, þar sem hann að reyna að samræma þetta, en það gengur alls ekki upp. Það er engan veginn hægt að tengja saman existensialisma og þennan dólgamarxisma sem þarna var ríkjandi. Sósíalisminn á 20. öld var náttúrulega einn öflugasta hugmyndafræðistefnan sem að við fórum yfir það hvaða árið það hefði haft á eftirstríðsárunum og bara umbreytti lífskjörum venjulegs fólks, færði auki réttindi til almennings, möguleika á því að hafa eitthvað það að segja hvernig samfélagið þróast og fleira. Hvernig stendur á því að þessi öfluga hugmyndastefna er svona veik þegar það er komið bara svona stutt bara fram á 8. áratuginn? Það er út af fyrir sig skýring á því. Við með ekki gleyma að við tölum kapitalisma. Það er til fleiri en ein tegund af kapitalisma. Við getum byrjað á því að tala villta kapitalisman á 19. öld sem byggðist á grímulausu arðráni og því að fara bara illa með verkamenn og beita lögreglu og her ef þeir voru með eitthvað múður, banna öll samtök þeirra svoleiðis. Það er hinn villti kapitalismi 19. aldar. Svo kom upp taminn kapitalismi. Það var kapitalismi á velferðarríkjunum. Og það eru náttúrulega flóknar ástæður fyrir því að hann var við lýði, en það segja til dæmis það að eftir þessi 2 heimsstyrjaldir þá vildu menn ekki hverfa aftur til fyrra stjórnarfars. Og kapitalismin var líka hafði veikst. Já, gamli kapitalismin. Svo náði hann bara afli sína áður. Hann var rúin allri æru. Þessi vilti kapitalismi var rúin allri æru. Og þá kom fram velferðarþjóðfélagið og þá, það er oft sagt, þá kom fram taminn kapitalismi og þá var sagt í róttæka vinstri menn, sá kapitalismi sem þið að berjast á móti er ekki lengur til. Þið að berjast vindmyllur. Nú er komin allt annað þjóðfélag með allt öðrum kapitalisma og menn sögðu nú er sameiginlega hagsmuni. Já, nú eru allir eins og sagt var við mig, nú eru allir sammála markmiðið sem er velferðarríki þar sem séð fyrir þörfum manna og farið vel menn og menn búa við góð kjör hver sem eru og henni ríku verða ekki of ríkir í ofvalda miklir og sætta sig við að borga skatt og sætta sig að borga skatt og hvað eina og þannig að það allir eru sammála þetta markmið. Það standa deilur leiðirnar, það eru allir sammála, eða nánast allir sammála það er velferðarkerfi á Norður-Evrópu sem er raunverulega rétta lausn, en
kommunismin í Rússlandi blindgata og leiðir ekkert og leiðir bara til verri kjara og til einræðis og kúgunar. Svo gerðist það að allt í einu kom þessi vilti kapitalismi fram aftur. Það að segja með Kapitalismenni náðu bara að afli sínu aftur. Já, og leiður höfðu afli til þess að þá völdu þeir yfir samfélagið. Ég held að svo að þeir hafi aldrei viðurkennt velferðarkerfið í hjarta sínu. Þeir hafi alltaf látið sér dreymum að ná fyrri völdum. Og ástæðan fyrir þeir fóru ekki fyrr af stað svo að þeir voru hræddir við kommunismann. Þeir voru hræddir, menn það var sterk. Þegar áttinn við kommunismann hvarf alveg úr sögunni að það var eiginlega augljóst að það var kringu 1980 þá var engin ástæða til lengur til að vera hræddur við kommunismann. Þá bara stukku þessir frjálshyggjumenn af stað aftur. Frjálshyggjan bylting auðkýfinga gegn fátækum. En með þeirri viðbótar skilgreiningu að auðkýfingarnir voru ekki alltaf endilega auðkýfingar fyrir, þeir urðu það því þeir voru á réttum stað, á réttum tíma og kunnu á það sem var að gerast. Og sólsöðundi sig. Já, þá komu þarna, var dustað ríkið af afskaplega lítilfjörlegum hugsuðum, Hayek og Friedman, og kenningar þeirra sem náttúrulega alveg út úr kú, að þær voru gerðar að sannleika. Og það sem ekki var lengur við neitt að óttast, sömuleiðis hafði styrkur verkalýðshreyfinga var dofnaður eftir velferðarkerfi, þar að segja þeir voru búin að ná sínum markmiðum og hættir að það allur bardaga andi var horfinn. Þannig að þetta var ekki sami verkalýðurinn og sá sem að gerði stóru verkföll á þriðja áratugnum eitthvað svoleiðis. Þetta var verkalýður sem var orðin vanur velferðarkerfinu og leita á þar sem sjálfstæðan hlut og skildi kannski ekki hvað var að gerast þegar uppreisn frjálshyggjunnar hófst. Franski hagfræðingurinn Piketty, hann hefur rannsakað tilfærslu á auð undir nýfrjálshyggjunni og lengri tíma. En svo fór hann og rannsakaði breytingarnar á vinstrinu og bjó til með, ég held að það sé honum eða ekki, bjó til hugtakið bramíska vinstri og þá tekur hann saman kosningaúrslit og kosningastefnu í óheyrilegum löndum. Hann með svo mikla reiknigetu svo margir að vinna fyrir bakveða. Og þá býr hann til svona sögutráð að þú ert með verkalýðshreyfinguna sem að berjast fyrir réttindu sínum og þeir vilja bara fá húsnæði og betri laun og mennt fyrir börnin okkar og heilbrigðisþjónustu og séð okkur ellinu og sumafrí og eitthvað svona. Og þetta drífur áfram þessa miklu samfélagslegu byltingu sem kannski fyrst og fremst á eftirstríðsárunum. En síðan gerist það að kemur svona önnur kynslóð inn í tekur yfir hreyfinguna sem kannski myndi maður í fljótu bragði telja að vera eðlilegt. Það eru börnin sem voru menntuð inn í baráttunni. En þá rofnar á milli svona krafna almennings. Og þá kannski hugsunin svo að ef þú ætlar að gera við samfélagið, þá ætlar að gera helst við það sem mest að, þannig að þeir sem verður fyrir mest óréttlættir í samfélaginu, við skulum gera við hjá þeim, eins og var kannski krafa verkalýðshreyfingarinnar fram eftir 20. öld, þangað til að bramíska vinstri tekur við og þá segja þau við verkalýði nei. Það nú kannski ekki rétt eina minna sem hækka launin í því það geti aukið verðbólguna og svo það líka að það ekki allt fengið með launahækkunum kannski myndum bara að lækka tolla og búið til tolla eins og EFTA eða ESB og svona það mun lækka til betri miklu meira heldur en klassíska verkalýðsbarátta og nei, það gengur ekki að við séum að byggja upp húsnæði á vegum ríkisins eða sveitafélagana, það verður náttúrulega markaðins sjá það sem hann bestur í og bla 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 og smátt að þá ertu komið með það sem hann kallar svona flokka sem eru stofnunum til gamli vinstriflokkar en þeir hafa bara ekki láslita fylgi. Það þannig, það var einhver tíma var sagt
Fyrstu frjálshyggjumennirnir eða kapítalistarnir gerðu umbætur sem voru nauðsynlegar til að koma burt úr leifunum af lénsþjóðfélaginu, þessu gamla þjóðfélagi, og gerðu ýmsar nauðsynlegar endurbætingar. Þegar þeir höfðu svo sigrað, þá gerðist það sem oft gerist í sviparaðstæður, þessi menn hættu að hugsa. Og þá tókur bara kenningarnar þeirra urðust að styrðum, kreddum og mátlausum. Nú það má segja það með vinstri menn að þegar sósíaldemókratar voru búin að ná sínum markmiðum að þá eins og þeir hættu að hugsa. Og þess vegna voru þeir veikir fyrir alls konar röksemdum hagfræðinga og svoleiðis. Eins og ég sagði þegar að... Hægri hagfræðinga? Já, ég held að hagfræðing, það er næðumstu alltaf verið hægri sínu. Hún sé eðli sínu, hægri sínu. Það er alltaf sama því að hagfræðingar eru spurðir að því hvað á að gera, þá er það alltaf þetta sama. Það er alltaf sem er beint á móti kröfum almennings. En þess að þeir heldur hafi alveg hætt að hugsa og það var alveg greinilegt eftir ári upp úr 1970 að þá voru vinstrimenn algjörlega hættir að hugsa. Því miður En er það ekki samt skrítið að horfa á þessu öflugu hreyfingu sem að sósíalísk hreyfing í Evrópu var með verkalýðshreyfinguna og öfluga flokka og allt þetta. Og svo kemur í ljós að þessi flokkar ekki að svara alveg kröfum tíman, að ný kynslóð vill fá bara meira það að segja og með aukið persónulegt frelsi, meira lýðræði inn í stofnanir samfélagsins, að þessari hreyfingu sem ætti að vera byggð upp á persónufrelsi, það er bara að sósíalismin er krafan að ég hafi frelsi í mínu lífi, að því meira frelsi, það er bara krafan, og lýðræði, að ég hafi eitthvað að segja hvernig samfélagið er mótað, að þessar hreyfingu mistakst að innbyrða það einhvern veginn inn í sína hreyfingu og verða öflugri, að hún næri ekki endurfæðast. Já. Þetta er eiginlega... Já, það bara menn eins og þetta menna það var komið allavega fáir fram sem gátu skilgreint þjóðfélag. Sjá til að þegar frjálshyggja fór á stað, þá leið talsverður tími áður en menn fóru fyllilega átt á því sem var að gerast. Lengi vel, ég held nefnilega að samkvæmt kenningum Gramsci, spurningin það að ná andlegum yfirráðum. Yfirráðum í hugsun. Þegar að frjálshyggjan kom fram, þá misti algjörlega vinstri menn andlega veldið, algjörlega. Frá því að það hefur verið kannski menn upp úr 8-10 mann, ekki þar sem kjölfarið á Reagan og Thatcher, þá fór frjálshyggjan að vaða og þá var eins og það væri vinstri menn mistu gjörsamlega andlega valdið. Það voru þeir, það var hægt að einhverju furðulegum ástæðum var hægt að boða það að rit Hayeks og Friedmans, þetta væru vegin rit okkar tíma, þetta væri það sem ætti að gera. En þetta er svona yfirmáta vond rit. Ég held að vinstri menn hafi ekki lesið þau, þessi rit á þessu tíma. Og ég veit ekki hvort að hægri menn hafi höfðu lesið þau bara vissu kunnu ákveðna klisjur, en alveg ljóst að vinstri menn höfðu ekki lesið þau, því að ef þeir hefðu gert það, þá hefðu þeir heldur betur fundið á þeim myndbugi. Það er eitt sem að gerist á þessu tíma, það verður kannski möguleika orðað svona, að á þessu tíma þá næði hægrið framtíðinni að þau voru að tala hvernig samfélagi myndi verða og ætti að verða, sem hafði alltaf verið eign sósíalistana, sem að sögðu að við erum framtíðinni, við erum á leiðinni í áttinni til sósíalisma. Þegar að hægri menninni ná framtíðinni og segja nei, við erum á leiðinni til þeirra framtíða sem ríka fólki mun bæra okkur, ef við bara sleppum því lausu, þá mun síga hér niður ný Jerúsalem og miklu betri samfélag heldur að við getum unnið að með því að í einhverjum lýðræðislegum debatt út í samfélaginu. Fram að þeim tíma þá held ég meiri segja hægri mennirnir kannski á 7. áratugnum, eins og Lyndon Johnson eða eitthvað hlera, hafi upplifað að við værum líklega meira og minna á leiðinni í samfélag sem væri til aukisjöfnaðar, aukinna réttinda allra íbúanna, aukis lýðræðis.
Þannig að alveg fram til svona 1980 þá var eins og vinstrið hafi átt framtíðina. Já. En eftir það að þá fara vinstrið menn alltaf að verja sko fortíðina. Já. Sem að eiginlega held ég svolítið vonlaus vísbending. Sko það var alltaf að benda á það að þessi framtíð sem vinstri menn höfðu boðað, það var eins og það sem Jóhann Páll sagði, framtíðin sem brást. Vinstri framtíð var framtíðin sem brást. Jóhann Páll Árnason, heimsveikingur. Já. Hann sagði, það var sko, hann skrifaði bók ef ég maður... Ég fór að leita páfa sko, Jóhann Páll. Nei, Jóhann Páll, það var ekki páfi, ekki alveg páfi. Hann sem sagt skrifaði bók, ég held að hún hafi verið einsku, hétti Future That Failed, framtíðir sem brást. Þá var engin hörgull á mönnum sem sögðu sko, sú framtíð sem þið voruð að stefna að var sú sem varð að raunveruleika í Sovétríkjunum. Og þá héldu frjálshyggjumenn að þeir hefðu miklu betri framtíð. Sko það var ekki aðeins, það var algjört frelsi einstaklingsins í staði fyrir þessa kúgun sem menn sáu í Sovjet-Rússlandi. Það var algjört frelsi og það átti að leiða til miklu meiri velmegunar. Sko þá var þarna kenningin sko, mólan af borðunum og allt þetta sem var náttúrulega út í hött. En þá voru sér vinstri menn algjörlega máttlausir, þeir voru hættir að hugsa, þeir höfðu engin röka á móti og sömuleiðis að þeir hefðu ekki, svo er að sjá sko, þeir hafi ekki lesið neitt þessa spámenn frjálshyggjarnar, þeir eins og þeir hefði ekki eins og vita hvað í þeim stóð. Þú er svona trú á viti mannsins. Já, sko, að þú ert frekar trúa því að fólk hafi bara ekki lesið þetta, því að þú telur þetta að vera svo heimskulegt að ef að menn hefði lesið þetta þá hljóta menn hafi ekki dögnið. Ef þú hefur lesið vandlega The Road to Serfdom, þá náttúrulega sérðu þetta bara bull, sjáðu til. Hann spáir því, segir fyrir þá færa því allskyns rök að hið minnsta skref í átt til sósíalisma, til átt til kannski einhvers konar kannski ríkisstefnu, hún hljóti síður ævinlega að leiða til einræðis. Sem sagt að þið ekki hægt að komast hjá því. Þessi bók Hayeks, The Road to Serfdom, ef ég maður alveg rétt í stríðslok, og þá voru einhver hægri menn sem tók hana upp sko. En svo gerðist það bara nokkrum árum síðar, einhver maður sagði við, eða það var ekki allmörgum árum síðar, að einhver maður sagði við Hayek, ég hef farið til Svíþjóðar, ég hef skoðað landið, hvar eru fangabúðirnar? Hvar eru handtökurnar? Hvar eru stytturnar að vera þess herranum? Hvar hljóma einhverju byssuskot í fangelsum klukkan 6 að morgni. Öll þessi spá var rugl. Og við sáum í Bandaríkjunum að það eru hvergi í heiminu fleiri fangar heldur en í Bandaríkjunum. Það eru hvergi fleiri heimilislausir heldur í Bandaríkjunum. Það eru hvergi sveltandi fleiri en í Bandaríkjunum. Það eru 20% af þjóðinni sem lifir raunverulega við aðstæður sem eru bara sambærilegar í Zimbabwe. Já, en sko sjá til að ef að menn hefðu lesið þessa bók, þá hefðum bara séð þetta hvað þetta var mikil vitleysa. Það var ekkert einræði í Svíþjóð, Noregi, Danmörk eða Íslandi. Það voru engar fangabúður í Lapplandi. Það var engin opinber hugsun sem mönnum var gert skylt að aðhyllast. Allt þetta var fjarstæða. Og Hayek reyndi að snúa sér út úr því með því að halda því fram að hvergi heiminum leiddist mönnum eins mikið eins og í Svíþjóð. Hvergi hefði hann séð eins mikið lífsleiða. Þessu í Svíþjóð. En nýfrjálshyggjan kom og hún leiddi til svona það sem hefur verið kallað ólíkarkismi. Það er bara auður og völd fara hendurnar á örfáum sem að drottna yfir samfélagunum. Samfélaginu eru að veikjast, það er ójöfnur að vaksa, vald almennings yfir samfélaginu er eiginlega orðin engin. Almenningur inn í samfélaginu er búin að missa trú á stofnunum samfélagsins og stjórnmálunum. Samt og svo hrynur nýfrjálshyggjan og það má færa rök fyrir því að það sem er að gerast í stjórnmálunum í Evrópu og í Bandaríkjunum sé þannig að þeir sem að auðguðust á tímum nýfrjálshyggjunar ætli að verja auðsinn með einhvers svona útgáfu af fasisma og þar eru við staddir. Já, það er eðlilegt. Þessi bylting nýfrjálshyggjunar, hún heldur áfram.
nú hefur það gerst að andstæðinga líffrjálshyggjunar hafa eiginlega náð þessu andlega valdi sem Gramsci talaði Það hefur ég orðið mjög vel varfið það síðustu árin. Það er alltaf að koma, það er bækur sem að gagnrýna harðlega líffrjálshyggjuna, það eru kvikmyndir og alls konar verk og það er engin vörn fyrir frjálshyggjuna máttlaus og bara dettur dauð niður. En þannig að þessi andlega valdið í höndum andstæðinga frjálshygjunar. En ríkisvaldið, pólitíska valdið, það í höndum ólígarkana, það í höndum auðvaldsins. Og þeir ætla alls ekki að sleppa því, þeir gera allt sem þeir geta. Sko, nú hefur til dæmis í Frakklandi komið í ljósa almenningur er mjög andvígur stefnu Macrons og stefna Macrons er afskaplega einfeldningsleg frjálshyggja. En það er sagt svo að hans eina markmið núna sé að koma í veg fyrir að horfið frá þessari stefnu. Það sé fyrst og fremst að reyna að koma með öllu móti í veg fyrir einhver hafi tilburði til að hverfa burt frá þessari stefnu. Og þetta er ástæðan fyrir kreppunni núna. Hann er að reyna að finna einhver leiði til þess að koma til valda mönnur sem halda stefnunni áfram undir hvaða yfirslætti sem er. Þú segir að andstæðingar nýfrjálshyggjunnar hafi náð svona hugmyndalegri forystu og við erum svolítið að stunda þá íþrótt hér við stofnum sósíalistaflokkinn fyrir ég man ekki 7 árum og þá held ég hafi enginn sagt sósíalismi á Íslandi bara á þessari öld sko. Og við höfum sagt auðvald og nú allir að segja auðvald og við höfum sagt arðrán og hægt og bítandi þetta bara að vinna sem að verður að vinna og ég held að okkur hafi bara miðað ágætlega. En það er líka kannski en ég myndi ekki segja að sósíalistar væri með hugmyndalega forystu í Evrópu, heldur væri það frekar Það eru menntamenn, það eru rithöfundar, menntamenn og hugsuðir sem það eru ekki stjórnmálamenn nema náttúrulega vissulega hægrið hefur endurnýjað sig og er að umbreytast það umbreytist þannig að það er ennþá harðara í að halda byltingunni áfram. Þú lítur það ekki sem svona hugmyndalega breytingu eða? Nei ég til dæmis að nú er náttúrulega ljóst að harðsta vandamálið sem yfir okkur vofir, það er loftslagsmálin. Menn þeir sem eru til hægri þeir afneita því að annars vegar afneita þeir því að sé einhverjar breytingar að verða eða hins vegar þá halda því fram að það sé auðvelt að ráða við þar með tæknilegum lausnum. En þeir vilja þeir halda því fram að það sem menn kalla sem væru raunverulegar leiðir það sé bara ofstæki og rugl. Í Frakklandi er talað refsingarvistfræði. Ef að menn benda á einhverja leiðir til raunverulega að draga úr þessum loftslagsbreytingum og að vinna gegn þeim, þá er það kallað refsingarvistfræði. Ef einhver maður segir að það sé nauðsynlegt að draga úr bifreiðaakstri og flugi flugvéla, þá er það kallað refsingarvistfræði. Og er það þá vísun í svona kaþóliki að berja sig með svipu á bakinu? Nei, það bara þeir kannski þeir myndu þá frekar líka því við Sovétríkin Þar var nú aldeilis mengunin? Já. Þó hafi náttúrulega verið bara brot af því sem var í Vesturlöndum. Ég hef heyrt í haldið fram að Sovétríkin hafi mengað svo mikið og ég heitti tíma í það að skoða, það var náttúrulega var á sínum tíma, en það er bara ekkert í líkingu við það sem er í gangi núna. Það er mikið róskap, Það er bara eins og lítill kofi við hliðina á einhverju stórum turni. Já, það er allstaðar í bara heimsbyggðinni verið að gera ráðstafanir sem myndu bara gera loftslagsvandamálið meira og verra. En hefur sósíalisminn, af því að ég aðgreini það frá vinstrinu, af því að sömuleitt á Íslandi er oft verið að tala um vinstri og þá er verið að sækja það í bandarísk stjórnmál sem er svona identity politík og fleira, en þá tölum bara sósíalismann. Heldur að sósíalisminn hafi í sér endurnægingar kraft til þess að
geta haft áhrif á mótun samfélagana næstu árum og áratum? Sko, ég veit ekki, það er eftir hvaða merkingu maður leggur í orðið. Sko, Raphael Glucksmann, sem einn af þeim sem hafa verið mikið áberandi í frönskum stjórnmálum, þótt hann sé ekki félaginn innum stórum flokki, ég held að hann hafi bara sín eigin flokk, hann hefur talað það að sósíaldemókrati sé eina lausnin. Sko, ég myndi segja það á móti að sósíaldemókratiska stundin, augnabliki, var stórt augnabliki í sögu Evrópu, en nú er það liðið. Þegar að sósíal... Það dó með Ólafur Palme kannski. Já, kannski, en þegar að sósíaldemókrati kom fram, þá átti hann það í höggi við kapítalisma sem var rúin allir æru og mjög veiklaður. Og þá byggt á stórum hreyfingum og menn vissu hvað átt að gera. Það var engar deilur aðgerðirnar. Til dæmis að byggja verkamannabústaði, koma á tryggingum á öllu tagi og þetta var einfalt mál. Nú er ástæðan allt öðru. Vinstri menn eiga í höggi við miklu skæðari andstæðing sem eru nýfrjálshyggjan, sem er miklu verri og harðari heldur en þessi allt annað skrýmsl. Já, allt annað skrýmsl heldur en þessi ærum rúni kapitalismi fyrri áratuga. Og það eru menn sem óttast ekkert. Kapitalistar fyrir áratugu óttuðust verkalýðshreyfingar. Þeir óttuðust kommunismann. Þessir frjálshyggjumenn núna óttast ekkert og þeir eru alveg staðráðnir í að leyfa aldrei neinum sósíalisma að komast fram. Og svo er það annað, nú er mengun og loftslagsbreytingar eitt helsta váin og mengun af öllu tagi. Það er ekki aðeins, sko, til dæmis þarna að Frakkland allt útbíjað af allskyns eiturefnum, sko, sem hefur ausið út í náttúruna. Menn sjá núna til dæmis að fuglum og skordýrum hefur fækkað verulega. Þetta er alveg ný vandamál. Þess vegna hlýtur, sko, þess vegna ekki þessi sósíaldemókrati gamla tíma, það tilheyrir þessum gamla tíma. Og það verður ekki endurvæki. Núna verður baráttan að vera allt öðruvísi og hafa allt önnur stefnumál. Sko, til dæmis það að það mætti endurbæta heilsu manna mikið með því að hætta að dreifa þessum eiturefnum út í náttúruna. Menn hafa reyna reikna út hvað margir láti lífið út af þessu skordýra eitri til dæmis og öðrum slíkum efnum sem dælt út í náttúruna alveg miskunnarlaust og það er búið að skrifa mikið þetta að menn hafa reynt að reikna út hvað margir degi út af þessu og svo reikna út alltaf þá sjúkdóma sem að spretta upp, konur verða ófrjóar, það missa fóstur og allt hvað að krabba minn. Þannig að krafa dagsins ekki það fá aðgang að heilbrigðisþjónustu. En það er alveg sama. Forðað að maður verði bara drepinn. Já, það er alveg sama hvað þetta reiknað út, hvað vísindamenn skrifa, það er aldrei, eins og að sé aldrei hægt að banna þessi efni. Og ef eitthvað efni er bannað, þá koma framleiðendur allt í með eitthvað annað efni undir nýju nafni og þá farið að selja það og svo tekur mörg ára að finna út hvað það sé skaðsemt en það er eins og aldrei, það sé aldrei hægt að banna neitt eða takmarka það og þetta er risastór vandi og hvað gerist náttúrulega ef að býflugur deyja drottni sínu bara eins og inkorpóri eins og það eru langar til. Það hefur verið sagt að án skordýra getur ekkert mannlíf þróast. Það er ekki hægt og þetta, ég veit ekki hvað nákvæmlega hvernig það er einhver skýrsla sendið fram að það væri 70% fækkun á skordýrum og menn sjá líka mikla fækkun á fuglum. Þetta er afskaplega alvarlegt vandamál og þetta er vandamál sem er algjörlega nýtt. Engum sósíalismum fyrri áratuga kom þetta til hugar. Það má nota samskonar baráttuaðferðir eins og var barist fyrir menntun fyrir alla og heilbrigðisþjónustu fyrir alla, þá er það bara lífsskilyrði fyrir alla. Lífsskilyrði fyrir alla, mikil og svo líka menntun fyrir alla. Því það má ekki gleyma því að eitt þáttur í
nýfrjálshyggjunni er að draga úr menntun. Skólakerfi allstaðar í ólestri. Það í ólestri á Íslandi, það í ólestri á Frakklandi. Það farið svo illa með kennara að það bara ekki hægt að manna skóla, menn vilja ekki lengur fara í þetta embætti þrátt fyrir atvinnuleysi. En sósíal demokratía, hún sömuleyti byggði á svokölluðu blandaða hagkerfi. Og þá ertu með ríkisvaldið sem almannavaldið sem setur reglur en sér líka opinbera þjónustu. Og svo ertu með atvinnulífið sem í höndunum á einkaaðilum. Þegar þetta samkomulag blandaða hagkerfið gert, til dæmis í Svíþjóð og eftirstríðsárunum, þá var auðvaldið veikt. Já, mjög veikt. Og þar alveg mátti blanda þessu. Þú ert að segja núna, megin er þetta veika auðvaldi farið, eftir situr rísar stórt og vondugt auðvald. Auðvald nýfrjálshyggjarana og það bara blandast ekki. Ef hugmyndir svo að ég var búið til að blanda hagkerfi með þessu, það blandast ekki. Þannig að bara gleymi því að það sé að blanda þessu. Það virðist því miður vera, sko. Það virðist því miður vera, sko, og þarna ólígarkar að leggja allt undir sig, sko, til þess að ég held að sko, það voru til áður, sko, hluta af kapitalisman, ef svo má segja, voru kannski smákaupmenn og smá atvinnurekendur, sko. Ég held að markmið ólígarkarna sé að ná þessu öllu undir sig. Það er ekki kaupmenn á horninu, nú það bara einhver keðja. Þú sér það bara á Íslandi að svona fjölskyldufyrirtæki sem einhver áttu, þú veist, þetta vélsmiðja eða búðir eða hvað sem það er. Þetta allt horfið. Þetta allt farið undir einhverja stórar keðjur. Og þá hafa menn ekki lengur neitt vald. Þeir hafa ekki neitt vald yfir sínum málum. Þeir taka engar ákvarðanir, það þeir bara hlýða fyrirskipurum. Og þá ertu komið með valdið í mannfélaginu sem eru utan þess og tekur náttúrulega ákvarðanir á tilliti þess hvernig mannfélaginu vegnar. Og það kannski, valdið kannski einhver allt öðru landi. Alveg sama það sem að gerist að það sem að þeirra verksmiður eða þeirra starfsemi fer fram. Það bara kemur þeim ekki við. Og þá einmitt ágætt að flytja starfsemina til Bangladesh eða eitthvað svoleiðis. Það var reyndar einhver sem sagði, sko, annarkvort flytur starfsemin til Bangladesh eða lífstur hér í Evrópu falla niður og þá stig sem í Bangladesh. Þetta tilboð auðvaldsins. Já, það má segja svo. Herðu, Einar Már, gaman að fá þig hingað. Þakka þér fyrir. Komdu hingað alltaf þegar þú kemur til landsins. Þú ert að fara aftur heim til Frakklands? Já, ég fer bara örfáa daga. Og svo kem ég væntanlega í kringum jólin og verð dálítinn tíma þá. En eins og áður þá fáum við kannski að heyra í þér stjórnmálin í Frakklandi í gennum Zoom. Það má vera, já, ég vona það. Kærar þakkir. Og þetta eru lokin á Rauðaborðinu í kvöld. Þátturinn búin að vera langur, þannig ég ætla bara að minna á eitt að Rauðaborðið hefur verið byggt upp á áskrifendum. Þú getur slegist í hópi með að fara inn á samstöðin.is, það knappur sem ástættur áskrift. Það kostar 2.500 krónur. Það kostar víst 10 skall að vera áskrift á mokkanum. Þannig þetta gott tilboð fyrir allt efni sem við búum til hér. Þið megi borga meira þið viljið og þið sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta fjölmiðill í eigu almennings, lesenda og hlustenda. En ég þakka öllum gestunum sem hafa hingað komið og ég þakka Oddnýju Eir og Birni Þorláks kærlega fyrir hjálpina megin myndavélanna og Laufey Ólafsdóttur og Pétri Fjellsteð fyrir að taka upp og senda út. En takk fyrir í bili, góða nótt, sjáumst aftur annað kvöld klukkan 8. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.